Já, við höldum áfram hérna í Eyjafirði. Nú röðin komin að nýrari fjósakonu sem misti vinnuna þegar gamla fjósinu á Syðri Bægisá var lokað og róbótarnir tóku yfir. Það reisulegt stórbýlið á Syðri Bægisá í Öxnadal í Eyjafirði, íbúðarhúsi byggt árið 1923 og fjósið 1934 og elsta fjós í notkun hér á landi. En nokkrum metrum norðan við gamla fjósið var að rísa glæsilegt hátæknifjós, það nýjasta á landinu og þar með starfi fjósakonunnar sem varð nýræð fyrr á árinu lokið. Þetta, þú kýrnar og setja á þær og taka af þeim aftur og þú ganga frá vélunum og allir því en ber allt aftur og fram í húsinu. Hvenær þurftir að vakna á mótnana? Við fórum yfirleitt svona upp á 6, svona 2 tíma með skoti. Óaði þér aldrei við því að fara á hverjum einasta mótni? Ég menn ekki því. Það var bara alveg niður við þetta heima nefna mér og alltaf verið í fjósi, verið í fjósi 80 ára. Og Hulda var ekki há í loftinu þegar henni var treyst til þess að mjólka 2 kýr á dag, kannski 10 ára. Hún lauk því 80 ára ferli sínum sem fjósakona á dögunum. Þú byrjar að handmjólka 10 ára? Svo var mjólka með 2 vélum, svo var mjólka með 3 vélum, svo kom rörmættakerfið og svo kom brautakerfið og nú komið robótið. Og hvað þýðir það fyrir þig, nýraða kona? Ertu sem sagt hún að missa vinnuna. Róbótarnir eru sem sagt búin að taka yfir? Hann búin að taka alltaf mér. Jó, ég má klappa kálfunum og svona. Kýrnar, það er mjög skemmtilega skepnur. En mér finnst það skemmtilega heldur í kindar. Mér alltaf þóttu væntum kýr. Það er mjög skoðar, mjög svitra líka. Við höfum átt marga mjög vitra kýr og sömu leiðilegar allavega. Ég hef alltaf getað unni góðu sambandi við kýr, eða allar skepnur með kýr og helsta. Kom aldrei annað til greina heldur en að vera kúabóndi? Held ég ekki. Fyrst ég var að vera í sveita. Ég hef alltaf verið í sveita. Sérðu eftir þessum gamla tíma eða hvernig finnst þér róbóta dæmið vera? Verðum ekki bara að fylgja því eftir. Ég hef ekkert vita á róbótanum, kann ekkert á hann eða neitt. En þetta er bara það sem að unga fólki vill hafa. Ætlar að fylgja þeim yfir í nýja fjósið? Nú er þetta elsta fjós á Íslandi og það er að fara í þetta nýjasta. Ég heimsækja svona, það eru hvað að klappa. Það var nú einn sem að bara þeim leið ég kom, ég talaði við hann, hann kom inn í sprettinu þegar hann látið mig klappa sér. Og hann svona feginn að sjá mig. Tæknibyltingin í kúabúskap léttir bæði bændum og skepnum lífið. Nú felst vinnan aðallega í eftirliti á öllum sviðum, allt frá heilsufari kúnna til fitu- og próteinmælinga á innihaldi mjólkur. Þú ert að fara úr elsta starfandi fjósi landsins yfir í það nýjasta. Hvernig er tilfinningin að vera komin í nýtt fjós? Hún er náttúrulega bara mjög góð og þetta er búið að taka svolítið langa tíma með það sem ég ætlaði sko, en þetta hafðist og allt komið á hult hérna í nýja húsinu. Hvað tók þetta langan tíma? 13 mánuði frá því að fyrsta skóflustunga var tekin hérna úti, eða gröftu sko, til að var vígt. Svo við tókum þetta í nokkun 20. júlí og búið að ganga svona bröð sem fyrst en nú er þetta komið í mjög gott form sko. Hvernig tóku kýrnar því að fara yfir? Þær voru svolítið stressaðar fyrst svona, fyrstu 2-3 dagan en nú eins og sér þeir eru mjög afslappaðar og þetta bara rennur ljúft. Er þetta kannski meiri breyting fyrir mannfólkið? Já, hún er svona öðru vísi. Þetta var náttúrulega mikil vinna fyrstu 3 dagan að koma þessi svona í gegnum robótinn og svona en núna er þetta orðið bara mjög gott sko. Nú er engin kýr bundin og eins og sér það er bara að fá að valsa í og borða hei og leggja sig og fara í mjöltir og fá sér kjartfóður og það var bara gott sko, get ekki haft það betra held ég. Finnurðu mun á að þeim líður betur? Bara verulega mun, miklu rólegri og afslappari sko. Hvernig er nytin í kúnum þá núna þessa daga? Já, hún er að koma, hún var nú frekar döppu fyrsta daginn sem hann mjólkaði, það var mjög lítið en nú er þetta bara alltaf komið í rétt horf sko. Já, það eru 70 básar hérna og það er hægt að koma því í gegn svona 60 mjólkandi kúm allavega leikandi sko í gegnum robótinn og það þyrfti að vera það ef maður fengi meiri kvóta. Það er svolítið erfitt að ná í hann þessa stundina sko. Hvernig stendur því? Já, það er bara slegist hann allt þannig og fá að hætta þannig. Þannig er eftirsóknarvert í dag að vera kúabóndi? Já, það virðist vera en það er ekkert auðlöpi fyrir nýlega að koma inn í búkarnina. Þetta er orðið það stóra tölur á jörðum og byggingum sko.
Þannig að það ekkert auðlaupið að koma inn í svona rekstur, sko. Bara bygging á þessu fjósi, hvað kostar þetta? Já, hún svona 170-80 milljónir sýnist mér, sko, svona cirka. Það ekki alveg komið á hreint inn, sko. Stóð ekkert í þér að taka þessa ákvörðun? Verulega, en framtíðin fyrir dæturnar sem eru hugsanlega að taka við, svona, fleytt okkur áfram í þessu, sko. Þannig að ég orðið að hætta með kúabúskap, gamla fjósi orðið það. Eða bara orðið úrelt eins og heitir í dag. Nú byggði afiðinn þetta gamla fjósið 1934 ef ég man rétt. Hann var framsýnn maður og segðu mig í hverju það lýsti sér. Já, hann var til bara geðbilar að byggja svona stórt hendi. Þetta var 30 kúa fjós og með fóðugang í miðjunni og vélgengan kellar á landgrifi, sko. Þetta var byggt frá maí fram í nóvember og hann tókaði nokkuð. Hvaðan fékk hann þessa hugmynd? Ég veit það ekki. Ég held að Guðjón Samúelsson hafi eitthvað verið inn í myndinni með hann og hef ég heyrt það. Ég þekki það ekki, sko. Þannig að þetta eitthvað bara sem liggur í genunum hérna að vera svolítið framsýn. Já, ég var nú talið vitlaus að vera að byggja svona stórt og steypt upp, sko, en ég tel að þetta sé bara framtíðarhús og nýtist vonandi vel, sko. Á Syðri Bæjarsá hafa búið 3 kynslóðir og svo 4. bíður þolinmóð eftir að taka við. Það er gaman að taka við svona langri hefð, halda áfram að hafa þetta rekstur í fjölskyldunni. Þetta er búið að vera í fjölskyldunni í mjög marga ættliði. Og fyrst að pabbi eignast ekki svon, þá náttúrulega verðum við að halda áfram með þetta. Hvernig lítur framtíð kúabónda út í dag? Hún bara mjög frjálslegri held ég og bara skemmtileg og hefur bara, getur gert annað en að vera bara í fjósi eins og í gamla dag, en hún náttúrulega mikið með skepnunni líka og bara nýtur þess að vera í fjósi líka þegar þú ert þar. Ætlið að vera báðar í þessu, taka þetta að ykkur í svona samvirkju? Við erum nú ekki búin að skjálfesta neitt en hugmyndin að, gera þetta svona í sameiningu. Og pabbi og amma eru nú kannski, og mamma eru nú ekki langt undan? Nei, þau eru ennþá hér bara fulli í fjósinu en þau eru mjög glöð að við viljum taka við og halda áfram. Þú þarft alveg að hafa styrkleika til þess að vera út í sveit, þetta ekkert fyrir hvert sem en öll þessi tækni er búin að auðvelda störfin mjög mikið. Er það satt að þú gætir verið bara hvar sem í heiminum og hort hérna inn í gegnum bara símann þinn á þær? Já, að því að vera myndavélakerfi hérna og þá það hægt, sko, og sjá hvað þetta mjólkast, en maður getur ekkert gert og maður horfa að það, sko, ef maður eitthvað langt í burtu. En heldur þú að afiðinn hafi séð einhverja svona framtíð fyrir sér á sínum tíma? Ég held að hann hljóti að vera mjög ánægður núna ef hann veit sér eða veit af okkur, sko. Þetta auðvitað hans draumur ef hann hefði verið uppi, núlifandi, sko. En hvað með framtíðina hjá dætrónum? Ertu uggandi þeirra hag? Ég vona ekki, það erfitt að segja það, sko. Það fer allt eftir hvernig neyslan og hvað flutt inn og svoleiðis, sko. Kýr á náttúrulega skila 7-8 lítrum í samla, svona hefur komið í bestu aðstæðu, sko. Ef ræktunin góð og heginn góð, sko. Þetta snýst náttúrulega allt fóðrið. Þetta hegið gott og svoleiðis. Þetta ekki bara að fara inn í fjós og horfa að þér, sko? Nei, þetta snýst mikið að hafa þessu gul og lofti yfir sumarið og góða væt á milli og góða spretti, sko, og gott gras. Að lokum höldum við inn fjörðinn og kíkjum á Kristnes á Maríu Pálsdóttur, leikkonu, sem þar að gera og græja setur sögu berklana ásamt kaffihúsi. En kaffihúsið opnaði mitt á þessu ári. María, ertu til að segja okkur frá húsinu sem hérna fyrir aftan okkur? Já, það skal ég gera. Þetta Glaumbær sem fast við íbúð sem var byggð sem aðstoðarlæknisíbúð hérna fyrir Berklahælið, Kristnes. Og þetta hús hefur nú verið bara fullt af búslóð undanfarna áratugi. Íbúðin, henni var skellt í lás fyrir einhverjum árum síðan af því hún var orðin óíbúðarhæf. Og nú vonandi aðeins að fara hérna allt að breytast. Ég sem sagt núna að vinna að því að opna hælið, setur sögu berklana. Ég ætla að reyna að opna part af því, kaffihúshlutan 8. ágúst, ef Guð lofar. En sýningarhlutin sem verður í Glaumbæ, hann þarf aðeins meiri tíma. Ég þarf að nota veturinn svolítið í að raða inn í það rými. Það er svolítið stórt og viðamikið og mér að vanda mig gríðarlega mikið við það. Þetta stórt og þetta viðamikið. Af hverju ræðst þú í svona verkefni? Þessari spurningu þetta alltaf erfitt að svara.
og ég hef ekki hugmynd það, en það rosa gaman þegar maður fær svona klikkað hugmynd og bara sannfærður að maður eigi að gera það og efast einhvern veginn aldrei. Það var bara þannig að fyrir 3 árum þá var ég á Rölti, þetta sko æskustöðuna mínar, ég frá Reykhúsum sem bær fyrir norðan, hangi samt alveg við þetta þorp og hér ég uppalinn og hér var öllu vel við haldið, hér voru iðnaðarmenn á hverju strái, svo breyttist eignarhaldið einhvern veginn 8. og 9. áratugnum og Sjúkrahús á Akureyri fékk allt þorpið í fangið, en engan veginn nægt fjármagn til að viðhalda öllu. Þannig að húsin eða íbúðirnar og allt þetta þorp hefur verið svona aðeins að láta á sjá núna undanfarna áratugi. Og ég var eitthvað að pirra mig á þessu bara, og af hverju gerir ekki einhver eitthvað hérna fyrir þetta þorp og svo bara, af hverju gerir ég það ekki? Og þetta var alveg bara svona, María, hvað er rugl, hvað er að þér? Þú bara hefur það ágætt þarna fyrir sunnan og þarft ekkert að vera eitthvað stressað af þessu, en þetta var bara svo spennandi fannst mér og þessi hugmynd lét mig ekki í friði og ég fór bara eitthvað að skoða þetta og stúdera og tala við sjúkrahúsið og hingað erum við komin 3 árum seinna, bara allt á milljón. Hér þú með pensilinn á lofti og að pússa og spasla. Já. Hver eru með þér í þessu verkefni hérna? Fools, Friends and Family. Nei, þetta oft talað það, svona F-in 3 sko, en þetta rosa mikið sko rekið á ennþá, bara sjálfboðaliðum. Þú finnur mikið meðbyr, það er vilji fyrir því að gera vel. Já, og þetta líka bara, ég að komast að því að það eru margir að sko brenna inni með muni upp á lofti. Myndir frá þessum tíma, berklarnir voru hérna rosalegu sjúkdómi fram til 1950. Það voru engin lyf til við honum og ef þú fékkst berkla þá var það nánast eins og dauðadómur. Alls ekki allir dóu, en þetta var bara, þú vissir ekkert hvort þú myndir sigrast á þessu ekki. Og þú varst tekin úr umferð, settur á hæli, Vífilsstaði, Kristnes, svolítið svona afvikinn stað. Og eina lækningin var bara frískt loft, gott húsaskjól, hollur matur og hæfileg hreyfing. Og svo voru náttúrulega ráðin 3, það var blásning, brennsla og höggning. Og þetta var sjúkdómi sem var svolítið þaggaður niður, skiljanlega kannski, þegar maður sér sko fólk sem sigraðist á þessum sjúkdómi og kom út í lífið aftur og ætlaði bara að taka upp þráðinn, halda áfram náminu sínu. Það var bara beðið að víkja, sína tillitssemi til hinna sem voru í náminu bara því að smithræðslan var svo mikil og óttinn við berklana eðlilega. Þannig að fólk upplifði ekki bara þú veist að það sigraðist á hvítadauða, það upplifði líka svona rosa höfnun þegar það kom út aftur. Þannig að þetta var ekkert rætt. Það var ekkert verið að segja ég fekk nú berkla. Þetta var bara þaggað. Og það það sem ég að koma að staða, að bara fólk veit ekkert endilega af því að amma var með berkla og dó úr því. Þetta var bara eitthvað sem maður glemdist að segja frá. En þannig að núna ég að fá rosa mikið að fallegum sendibréfum, dagbókum, ljósmyndum. Það meðbyrinn sem ég finn, bara fólk vill koma hlutum til mín. Og það algjört gull fyrir mig að hafa eitthvað svona áþreifanlegt. Það var bara svolítið mikið svona verið að lifa í botn. Og hérna, ástin blómstraði hérna og það er staður hérna sunnan við hæli sem heitir Ástarlaut og það eini staðurinn sem sást ekki sko í fólk úr hælisgluggunum. Þú kannst að verið í hvarfi, þú kannst falið þig. Og svo eru sögur til dæmis Sigurveig Jóns leikkona, þegar hún var hérna 8 ára held ég, með berkla. Henni voru borgaðir 5 fyrir að njósna. Hérna, láta okkur vita ef starfsfólkið að koma því að það þurfti fólk aðeins að skreppa inn í einhverja kompu og kela. Eða að einhver borgaði henni fyrir að láta vita hverjir að kela. Þannig að það var alls konar stuð í gangi líka. Og fólk fór í skemmtiferðir í Vaglaskó og hingað komu svolítið streymdu listamenn til að hafa ofana fyrir sjúklingum. Þannig að þetta voru merkilegar stofnanir finnst mér og mér finnst þetta merkilegu partur af sögun okkar sem hvergi haldið svona þannig á lofti. Þessi íbúð hér, gamla aðstoðarlæknisíbúðin, hún verður hugsuð sem kaffihús. Og hér ég búin að vera að taka í gegn í sumar og fullt af frábæru fólki að hjálpa mér að mála og velja litapalettun og ég að hugsa að tengja þetta allt þessu tímabili 1930-1940 og reyna að halda öll í þeim stíl. Ég myndi þú með svona stað sem svona fullur af sögu, þú ert að skapa stemmingu með safninu, þetta þarf að teygja sig inn í kaffihúsið, þetta þarf alltaf að vera partur af upplifuninni. Það væri mjög asnalegt að vera með eitthvað nútímalegt, ægilega flott og fínt kaffihús og svo söguna hérna bara hinum með vegginn, þetta verður einhvern veginn að tengjast, mér finnst bara annað óhugsandi í dag. Og svo hef ég bara fengið mikið gefins, fólk að losa sig við stóla og borðstofusett og nefndu það og hérna og svo endurnýti ég bara hurðirna sem ég noti ekki lengur. Ég er búin að stækka nokkur hurðagott þannig að afgreiðsluborðið verður bara svona endurnýtt. Þannig að mér langar að sýningin teygir sér svolítið inn á kaffihúsið. Það er líka upplifun að koma á kaffihúsið. Og starfsfólkið á ekkert að vera í einhverjum svona stuttermaból heldur helst sko á svona búningum eða svona starfsstúlkna sundum eða kjólkopum eða hverju sem No one to walk with, but I'm happy on the shelf. Ain't misbehaving. Saving my love for you,
for you. Hvað erum við með hérna, María? Hér erum við með algjört gull og gersemi. Þetta apparat var notað til að gefa loftbrjóst. Þá var þessari nál stungi hérna inn og lofti svona, ég held að það hafi verið vatn í öðrum og einhvern veginn látið þrýstast, ég kann ekki alveg útskýra þetta, en þetta allavega til að þrýsta loftinu hérna inn og þá var svo mikill þrýstingur inn í brjóstholinu að lunga þrýstist saman. Og þá hætti það að hreyfast náttúrulega og sárið gat gróið. Það sem kannski merkilegast í þessu öllu og að fólk áttar sig ekki á, berklar ekki eitthvað sem liðið. Berklar eru 3. algengasta dánarorsök í heiminum í dag. Já, alveg. Já, á eftir malaríu og AIDS. Þá komum við að lokum hjá okkur í þessum þætti. Við ætlum þá ekki að fara langt, við ætlum að halda áfram í Eyjafirði í næstu viku. Þá verðum við á Akureyri. Þangað til bara að skella sér á skíði hérna í vetrarparadísinni fyrir norðan. Við sjáumst í næstu viku.